En Jónas F.R. Jónsson, forstjóri fjármálaeftirlitsins, var skyndilega einn valdamesti maðurinn í íslensku viðskiptalífi þegar ríkið yfirtók bankana og setti þá í hans umsjá. Fjármálaeftirlitið hefur verið harðlega gagnrýnt fyrir eftirlit sitt með bankakerfinu í aðdraganda bankahrunsins og þá sérstaklega varðandi hina örlagaríkuð Icesave-reikninga Landsbankans og Jónas sestur hjá Helga. Velkomin Jónas. Takk. Skulum bara aðeins byrja þessu sem kom fram í fréttunum áðan. Það varðandi þennan samstarfssamninga milli Seðlabankans og fjármálaeftirlitsins að því að það hefur nú verið svona nokkuð á reiki hvernig sambandi þessara tveggja stofnana hefur verið háttað. Hvernig var þetta samstarf og var það eftir þessum samstarfssamningi alveg fram að og fram yfir þetta bankarum? Já, fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn eru báðar stofnanir sem eru með eftirlit með fjármálamarkaðnum, hvor á sinn hátt. Seðlabankinn með svona eftirlit með kerfislegum jafnvægi, fjármálastöðugleika, auk þess sem hann hefur með reglur að gera sem svona bindiskyldu, lausafjárreglum og gjaldeyrisjöfnuði, greiðslujöfnarreglum, svona, við getum sagt svona efnahagslegum reglum. Fjármálaeftirlitið hins vegar þess hlutverk að fylgjast með því að einstök fyrirtæki sem að starfa á markaðnum fari eftir lögum og reglum. Og þessi tveir aðilar, þeir hafa náið samstarf sín á milli eins og kemur fram í þessu samstarfssamningi, skiptast á gögnum og hittast og í sambandi. Var það allan tíman, þegar ég spurði bara aftur, á þessum tíma og hvernig var þetta til dæmis í aðdraganda þess að Glitnir var yfirtekin? Því að það kemur nú eiginlega skýrt fram í lögunum að þið eigið beinlínis að hafa samráð um það. Hvenær var ykkar aðkoma fyrsta tímanum? Eins og ég hef sagt að þegar þessi staða kemur upp með Glitni og ég frétti þetta á föstudeginum að staða Glitnis er erfið, þá ræddum við saman. Ég ræddi síðan við alla bankastjórana, hvatti þá til að leita samstarfs og sameiningar. Ég veit að þeir voru að vinna að því en náðu ekki saman. Nú síðan eins og hefur komið fram að þegar ríkið gerði samning við eigendur Glitnis fyrir atbeina Seðlabankans, að þá var haft samráð við okkur í þeim aðdraganda. Voru þið látið skoða þessi veð sem að voru mikið rædd? Nei. Var það ekkert þannig? Hefði það verið eðlilegt að gera það? Alls ekki. Það var auðvitað Seðlabankans að meta þau vegna þess að þetta var spurning lána fyrir greiðslu hjá Seðlabankanum gegn þá veðum. Það var auðvitað hans þá að meta það hversu góð þau veðu voru. En að því þeir að skiptast á gögnum, þetta minnisblað sem að Seðlabankastjóri talaði á þessum morgunverðarfundi þarna í síðustu viku, fenguð þið það minnisblaðinn til ykkar? Ég man ekki eftir því en ég hins vegar vissi að þessum áhyggjum þeirra og við ræddum auðvitað oft áhyggjur sem gætu verið af kerfinu. Það var náttúrulega alþjóðleg lausafjárkrísa og menn þurftu að reyna að fylgjast með og athuga hvort það væri að myndast veikleikar. Menn voru að auka upplýsingagjöf og menn voru að reyna að fylgjast með hvert stemdi. Hefði ekki verið eðlilegt að þið fengið þetta minnisblað? Þetta fór inn til ríkisstjórnarinnar var ekki út frá þessum samstarfssamningi? Ég meina upplýsingarnar fóru á milli, menn vissu hver af öðrum, menn voru að ræða saman. Þannig að þið hefði gert ykkur grein fyrir því þá að þetta væri komin upp alvarleg staða? Nei, sko það var og búin að vera alþjóðleg lausafjárkrísa. Og menn voru að fylgjast með bönkunum. Öll kennimerki, allar tölur á bönkunum, allar upplýsingar bentu til þess að þeir höfðu ennþá borð fyrir báru. Og það var bara það sem menn voru að reyna að fylgjast með, var það hvenar getur komið hugsanlega til vandræða vegna þess að við vitum að í kringum okkur alþjóðleg lausafjárkrísa. Þess vegna eins og ég segi, menn voru menn að safna upplýsingum og voru menn að fylgjast með mjög vel. En þetta skall mjög skyndilega á okkur, eins og við vitum, og þarna í lok september, byrjun október, þá náttúrulega var eitt versti kafli í þessari krísu sem hefur staðið núna í rúmt ár. Allan heim voru bankar að fara á hausinn. Hvenær uppgötvaðir þú það fyrst að það væri fyrir sjáanlegt að bankarnir hér var að lenda í miklu vandræðum? Við sjáum náttúrulega strax og Glitni fer, þá var náttúrulega kominu þetta veikleika merki í kerfið. En ég held að það gleymist það sem mikið hjá okkur, að horfa í kringum okkur og sjá hvað búið að vera að gerast. Í Bandaríkjunum voru 5 stórir fjárfestingabankar. Þeir eru allir horfnir. Nöfn eins og Lehman Brothers, Bear Stearns, farnir. Fyrirtæki sem Merrill Lynch orðið sameinað öðrum vegna þess að lenti í vandræðum. Við vorum að tala bara í þessari viku að Citigroup að lendi í vandræðum. Fjöldi banka í Bretlandi, Hollandi, Belgíu, Danmörku, Þýskalandi, Frakklandi hafa verið að lenda í vandræðum núna í september og október. Þar hefur það gerst hins vegar að ríkisvaldið hefur getað stigið inn og veitt fjármagni í bankana,
bæði beint með því að auka eigið fé þeirra eða þá með því að kasta yfir á öryggisneti, lýsa yfir ýmiss konar ábyrgðum hugsanlega á skuldum þeirra eða lofa því að það myndi styðja við bankana ef illa fer. Já, þið vísið voða mikið í þetta að það séu bankar út allan heim að fara og vissulega það alveg rétt en bankakerfið þar hefur ekki hrunið og það hefur ekki ennþá verið, já við vitum ekki ennþá að landi þar sem hefur lent jafn illa út úr þessu Ísland. Hvað hefði átt að gera hér og var ekki eitthvað sem hefði verið hægt að gera fyrr til að grípa inn í, hvort sem það var á ykkar hendi eða Seðlabankans? Já, hér var bankakerfið náttúrulega mjög stórt í samhengi við bara, við getum sagt, þjóðarframleiðsluna. Og það var auðvitað ákveðin veikleiki þegar maður sér það og horfir eftir á að bankarnir hefði náttúrulega stækkað mjög mikið og því miður að þegar reyndi á í þessari erfiðu stöðu að þá höfðu við ekki bólmagn, þá í raun og veru var kannski, voru bankarnir nú stórir fyrir ríkið eða Seðlabankann til að geta komið þeim til aðstoðar og við vorum auðvitað líka í þeirri stöðu að krónan því miður ekki svona alþjóðlega gjaldgeng mynt. Það var líka ákveðin veikleiki, þannig að við vorum kannski með allt frelsið sem fylgdi Evrópska efnahagssvæðinu en við vorum kannski ekki með það öryggisnet. Hefði Seðlabankinn átt að geta staðið betur í lappirnar gagnvart bönkunum? Ég held að Seðlabankinn hafi gert það sem hann gat og allir voru að vinna vinnuna sína. Það voru allir að vinna vinnuna sína? Já. Það mín skoðun. Ok, förum þá aðeins út í þessa Icesave-reikninga sem hafa talsvert verið í umræðinu og í dag þá upplýsti utanríkisráðherra það á Alþingi að það gæti jafnvel komið til þess að Íslendingar og þar af leiðandi þá væntanlega skattgreiðendur þyrftu að greiða 150 milljarða fyrir, til þess að standa undir þessum skuldbindingum. Hvernig ósköpunum mátti þetta gerast á þinni vakt, Jónas? Já, það sem gerðist var það að með samningnum með Evrópska efnahagssvæði þá í honum felst að fyrirtæki sem starfa á þessu markaði þau geta starfað í öðrum löndum og þau geta hreinlega valið sér hvort þau vilja starfa í útibúi eða dótturfélagi. Það bara þeirra réttur. Og þegar þau velja að starfa í útibúi sem fjármálafyrirtæki og taka við innlánum að þá innlánstryggingin í heimaríkinu sem við getum sagt að sé kerfislegur galli og menn hreinlega ræð á Evrópuvettvangi að sé ákveðin galli. En þannig var það og Landsbankinn fór til Bretlands, safnaði innlánum, fékk heimild til þess að stofna útibú að gera það árið 2005 og við getum sagt að menn hældu nú ýmsir þessum innlánsöfnu þeirra, matsfyrirtækin hældu þeim mjög fyrir þetta til dæmis og í markanum í fyrra var þetta valið sem viðskipta hugmynd ársins. Það sem við gátum gert þegar útibúið stofnað þá þurfum við að meta hvort það sé eitthvað sem mæli gegn því. Og það er tvö skilyrði til þess að við getum stoppað útibú. Það er annars vegar það að stjórnun eða fjárhagsstaða félagsins sé ábótavant og það mat fer fram þegar útibúið stofnað. Og það er ekkert, og ég get ekki séð að það hafi verið neitt sem hafi bent til þess árið 2005 þegar Landsbankinn fer á stað í Bretlandi að það væri til staðar. En þegar fer á stað í Hollandi, þá nú ýmislegt... Nei, vegna þess að það er eitt sem hefur verið misskilningur í umræðinni að Landsbankinn fékk heimild til þess að hefja innlánstöku í Hollandi í 2007, september 2007. Og það er heldur ekki allavega ekki til ég mig geta hafa séð að þeir væru þannig staddir að það hefði verið hægt að halda fram með rökum að fjárhagsstaða og stjórnun bankans hafi verið ábótavant. En segðu mér þó eitt, það eru sett lög sem lögum fjármálafyrirtæki og í þeim er sérstök grein tilkynningum stofnun útibús og þar stendur hreinlega að fjármálaeftirlitið geti bannað stofnun útibús ef þeir hafa ástæðu til að stjórnun og fjárhagsstaða hlutaðeigandi sé ekki nægilega traust. Það stendur líka að þið eigið að gefa þeim nokkurn veginn heilbrigðisvottorð fyrir í þessu tilfelli bresk og hollensk yfirvöld. Varðandi til dæmis gjaldfærni og tryggingar innlána og annað slíkt. Eru þessi lög með tilliti til þess og eins og við sjáum hvernig hlutirnir hafa þróast núna, eru þau ónýtt? Já, þessi lög og þetta ákvæði nánast beint tekið upp úr tilskipun Evrópusambandsins og það er bara einfaldlega það sem gerist að þegar fyrirtæki ætlar að nýta sér rétt sinn sem það á samkvæmt samningum Evrópska efnahagssvæðið og hefja starfsemi í öðru landi að þá er þetta matið fer fram við stofnun útibúsins og þá eru sendar þessar upplýsingar stöðunni eins og það og síðan eiga þetta eftirlitsaðila samstarf sín á milli en á Evrópuvettvangi þá erum við að ræða þetta. En ég er að spyrja þig, Jónas, því þú hefur verið að starfa undir þessum lögum og nota þau. Finnst þér þau ekki göllu? Ég held að það kerfi sem menn munu horfa til í Evrópu og eru byrjar að ræða á Evrópuvettvangi, það er það að innlánstryggingar muni fylgja því landi þar sem að starfsemin fer fram. Finnst þér lögin gölluð?
Já, lögin eru náttúrulega að taka mið af tilskipuninni. Ég held að það væri miklu... Finnst þér þá tilskipunin gott? Já, ég held að það væri miklu... Já, ég heyri hvað að spyrja. Ég held að það væri miklu æskilegra að þetta væri á þann hátt að innlánstryggingarnar séu þar sem að viðkomandi fjármálafyrirtæki er að sinna starfsemi. Og það er eitthvað sem ég held að menn muni breyta á Evrópuvettvangi og er að ræða. Það kom fram í mokkanum í síðustu viku að viðskiptaráðherra hefði skipað nefnd sem að fjármálaeftirlitið átti til dæmis fulltrúi sem að átti að skoða einhvers konar ákvæði við EES-samninginn og varðandi þetta sem hefði getað minnkað ábyrgðir ríkisins á innistæðum í útibúunum. Þessi nefnd hefði verið stofnuð fyrir ári síðan, raun og ári eftir að okkur bauðst að gera eitthvað í þessu. Þessi nefnd er búin að starfa í ár, það verið ekkert gerst og þessi, hún hefði getað sparað okkur umtalsverða peninga hefði við innleitt þetta ákvæði. Hvers vegna var það ekki búið og voru það ekki mistök eins og Geir H. Haarde sagði hér í síðustu? Já, ég get ekki svarað fyrir því að hverju nefnd er ekki búin. Ég ger ráð fyrir hún hafi bara verið að sinna sínu störfum, verið að reyna að vanda löggjöf, þannig verið að breyta lögum, þannig að ég get ekki sagt meir um það. En hefðu ekki átt að gera það? Þú getur farið allt aftur á því þegar menn taka yfir tilskipunina og samþykja hana inn á... Þú segir að lögin hefði ekki getað gert neitt þess að koma í veg fyrir stofnun Icesave-reikninga. Nei, þú er aðtöð, þetta er mismunandi löggjöf. Nefndin sem er að vinna, hún er að skoða, sem þú ert að vísa til, hún er að skoða lög um innlánstryggingar. Og þannig að þetta er mjög mikilvægt að það sé gert vel. Hvar það nákvæmlega statt, að það get ég ekkert sagt til það er ekki sjálfur á mínum vegum. En þú getur alveg farið aftur til þess, tilskipunin er tekin inn af hálfu Íslands í Evrópska efnahagssvæðis að áttu við ekki að setja einhvern fyrirvara þegar við erum svo litlir. Þetta er 2006 sem að þetta er gert, sem að þetta, við fáum tækifæri til þess að gera þetta. Hefði ekki átt að vera búið að gera þetta? Ég man ekki hvernig nefndin fór. Nefndin er skipuð í fyrra. Hefði ekki átt að vera búið að gera þetta? Sko, ef þú horfir aftur tilbaka, þá hefði þetta verið mjög gott. En það er líka mjög mikilvægt að vanda til löggjöf. Hefði verið mjög gott að spara skattgreiðendum á Íslandi hellingsfjármuni, Jónas. Það fyrir til hvernig lögin hefði verið gerð. Ef lögin hefði bara til dæmis aukið við ábyrgð Íslands, þá hefði það kannski getað að kosta okkur meira. Hér verður að tala um að minnka tryggingarnar. Já, það fyrir til hvernig menn hefði þá gert löggjöfina. Ég er ekki löggjafi. En þú sast þú í þessu nefnd? Nei, ég satt ekki í fulltrúi frá ykkur? Já, fulltrúi frá okkur. Gerðu þið kröfur um að þetta er gert? Og fulltrúi frá mörgum aðilum. Gerðu þið kröfur um að þetta er gert? Ég held að það sem við höfum gjarnan viljað bæta innlánstryggingar löggjöfina, en það voru náttúrulega mörg atriði sem voru skoðuð. Ég var ekki í nefndinni, þannig ég veit ekki nákvæmlega. En óskuðu þið sérstaklega eftir því? Nei, þetta var að frumkvæði viðskiptaráðins sem þessi nefnd var stofnuð á sínum tíma. Nú vinnið þið eftir það? Já, ég meina, okkur fannst mjög viðeigandi að þessum lögum yrði breytt. Aðru, Jón Steinsson, sem er hagfræðingur, hann er að skrifa í Morgunblaðið í dag og er að fjalla til dæmis, það sem hefur mikið verið lýst hér, sem eru þessi viðskipti tengdra aðila og möguleikar manna til þess að stunda þær. Samkvæmt rannsókn sem hann vísar í, þá er má segja margfalt auðveldara hefur verið að stunda þessi viðskipti hér á Íslandi heldur en í öðru löndum. Er þetta þín upplifun og hefði ekki löggjöfin hér átt að vera sterkari gagnvart þessu? Ég held það. Og þú getur farið í ýmsar ræður og viðtölu mig þar sem ég hef margoft verið að tala um það. Einn af veikleikunum okkar eru svokallaðar stórar áhættur og viðskipti við tengdra aðila. Eitt af því sem við gerðum til að reyna að mæta því var að endurskoðandi vegna þess að viðskipti við tengda aðila er ekkert bönnuð. Það er eins og að þarf að fylgja ákveðnum reglum við það. Og eitt af því sem við gerðum var það að við settum fram kröfur um að endurskoðendur skiluðu skýrslum til okkar þar sem þeir mátu það hvort að þessi viðskipti ættu sér stað á eðlilegum kjörum. Og það er verið að fara yfir þær skýrslur sem við skiluðu síðast og við munum auðvitað líka að fara yfir þau viðskipti sem áttu sér stað á þessu ári. Óskaðirðu eftir því að bæði varandi hvað var að þetta og til dæmis aukið fjármagn og strangari löggjöf, hefur þú óskað eftir því beint við stjórnvöld meðan þú hefur setið í stjórn fjármálaeftirlitsins? Nú held ég að ég hef margoft sagt og auðvitað hef ég náttúrulega verið að tala til bankana vegna þess að við höfum ákveðna reglur, við höfum ákveðin ramma. En það eru stjórnvöld sem setja ramman, hefur óskað eftir því? Já, stjórnvöld setja ramman. Ég hef ekkert sérstaklega farið fram á það að menn herði eitthvað hérna reglurnar. Hefur ekki fundist ástæða til þess? Varðandi þessi atriði, nei, ég held að við hefðum alveg getað og við hefum eftir að sjá hvort að eitthvað hafi verið óeðlilegt þarna á ferðinni, en ég held að það væri mjög æskilegt, sérstaklega eftir á að hyggja, að við myndum herða löggjöf hvað þetta varðar. Og þú getur farið allt aftur í því að segja, já, af hverju voru stórir eignarhlutir í bönkunum líka? Það bauð út af fyrir sig hættunni heim líka. Það er eitthvað sem ég held að það að selja svona stóran kjölfestu hlut á sínum tíma Landsbankanum
að það hafi verið óæskilegt. Og búið hættunni heim? Já, ég held að það hafi búið til ákveðið fordæmi, ég er ekki að segja að búið hættunni heim, ég held að það hafi búið til ákveðið fordæmi. Eftir á hyggja, og það verður vonandi það sem verður ofan á þegar bankarnir verða seldir, einkavæddir eða að minnsta kosti aðrir koma að þeim, að það verður þá dreifðar eignaræðir. Hvernig kemst þú og þín stofnun, af því að það þú sjálfur sem kemur því á framfæri, að bankarnir standist öll álagspróf og standi sterkir í einhverju álagsprófi sem þú tekur í ágúst? Er þetta ekki bara tómt bull, ef ég má bara hreinlega segja það, í ljósi þess sem núna búið að gerast? Álagspróf er náttúrulega ákveðnar sviðsmyndir sem eru gerðar með tilteknar forsendur og það sem álagsprófið sem við birtum opinberlega og allir sjá á hvaða forsendum það er byggt, það horfir á tiltekin áföll og hvernig þau koma út á eigin fjár hlutfalli fyrirtækjana sem kannski einfalt þýðir hver er tapþol þeirra, hvað geta þeir tapað miklu og miðað við það próf sem var gert og miðað við reikningana og við göngum út frá því að endurskoðaðir reikningar bankana hafi verið réttir að miðað við það þá var það ágætlega traust, þeir gátu þolað töluvert áföll og við skulum athuga það líka þá í þessu sambandi að bankarnir lentu ekki í vandræðum í september vegna þess að þeir voru að tapa svo miklu vegna þess að þeir eru mikil útlánatöp þeir lentu í vandræðum, þeir lentu í lausafjárvandræðum þannig að en álagspróf eru... En gerið þið ekki líka álagsprófið út af lausafé sem er ekki birt opinberlega? Já, Seðlabankinn gerir það nú fyrst og fremst og við höfum líka reynt að skoða það. Hvernig hefur það komið út? Já, það bætti ekki til vandræða. Bætti það ekki til neinna vandræða? Ekki hjá okkur, nei. Ég veit ekki svara fyrir Seðlabankann. Þannig að öll álagspróf sem þið gerðuð svona að þau hafa sýnt fram á það að bankarnir stæðu sterkir þó að 2 mánuði seinna hafi þeir verið komnir á hvínandi kúpur. Þú getur búið til alls konar sviðsmyndir. Nei, ég er bara að lýsa staðreyndum hérna. Okkar formlega álagspróf sem er sett niður í reglur, það bendir til þess að eiginfjárhlutfall er að traust. Það byggir náttúrulega á ákveðnum reglum, það byggir á ákveðnum forsendum og það byggir á endurskoðum reikningum. Voru þessi álagspróf ekki bull, svo ég spyrði það aftur? Nei, en það voru ákveðnar sviðsmyndir og eitt af því sem ég held að allir munu gera og er rætt alþjóðlega, það er það að menn munu skoða álagspróf alls þar í heiminum og það mun verða væntanlega meira af reglum sem verða settar varðandi það. Hvernig stendur á því að í skilanefnd Glitnis, þar situr formaður, þú skipar þessi skilanefndir, formaður skilanefndar Glitnis var yfirmaður Búnaðarbankans þegar sá banki braut gegn bankaleynd fyrir þetta 5 árum síðan, þá var hann yfirmaður Búnaðarbankans, Árni Tómasson, þú skipar hann sem formann skilanefndar Glitnis. Er þetta til þess að auka trúverðugleika ykkar þegar svona er gert? Var eðlilegt að skipa hann þarna inn? Já, ég get ekki séð að vera neitt sem mælti á móti því, menn að það var mál sem beindist... Þið komist að því að bankin hefði brotið gegn það var mál sem beindist að Búnaðarbankanum fyrir 5 árum síðan. En hann var bankastjóri þá? Já, hann var bankastjóri þá, já. Og bar hann þá ekki ábyrgð á þessu broti á bankaleynd? Já, menn banki fekk sínar athugasemdir, en ég held að 5 árum síðar það hafi Árni Tómasson alveg burði til þess að vera í skilanefnd. Maður með mikla reynslu. Þannig að það er ekkert furðulegt við það að stofnun sem kemst að því að einhver tiltekinn aðili hefur brotið gegn bankaleynd skipa svo yfir banka nokkuð mánuðum seinna. Ekki tiltekinn aðili. Hvað meina tiltekinn aðili? Það var bankinn eða það var bankinn sem var að gera athugasemdir við. Það var ekki mál höfða gegn einstaklingum, heldur gegn bankanum. En bankinn er nú alltaf meira en þessi stjórnarnir, það? Já, það eru margir sem geta komið að því. En það var þessi tiltekni aðili? Já, sko, það var gerð athugasemd við bankann sjálfan og síðan 5 árum síðar var skipað í skilanefnd og þá var valinn maður með töluvera reynslu. Annað, þið hafið lýst yfir að það sé einhvers konar rannsókn í gangi á félaginu Steam sem var stofnað og hefur verið fjallað mikið um. Hvað hafið þið lengi verið með þetta félag til rannsóknar og hvenær verður þessari rannsókn lokið? Við byrjuðum að kalla eftir gögnum fyrir ári síðan og við höfum lokið ákveðnum þáttum málsins. Við erum að skoða aðra þætti og þetta erum að skoða kannski dýpra ákveðna þætti. Vonandi bara líkurinn sem fyrst, ég get eiginlega ekki sagt meira. Þetta er svolítið langur tími. Er þetta ekki hluti af þessu vandamáli sem þið hafi verið við að etja að þetta hefur tekið langan tíma svona rannsóknir? Það er alveg sannleikskorn í því. Ég get alveg tekið undir það og við bara einbeitum okkur að því að reyna að ljúka því sem fyrst. En bara því miður að hjá okkur eru alveg geysilega mörg mál. Ég held að við höfum kannski svona venjulega 1200 mál á ári og sem við opnum og væntanlega aukast þau núna. Þannig að því miður við erum lítil stofnun með hvað við höfum mikið að gera. Og hefur óskað eftir því að þessi litla stofnun yrði stærri hugsanlega
Við hverju óskaði þetta? Ég hef gert það við fjárveitingavaldið en auðvitað þarf að taka tillit núna til þess að aðstæður eru kannski aðrar, þannig að ég hef ekki vonað því að ég færi fram á neina fjölgun á þessu ári. En þú hefur verið að fara fram á það undanfarin ár. Hvernig hefur því verið tekið? Því hefur verið vel tekið. Hefur þið fengið nægilega fjármuni og nægilega skilning? Sérstaklega á þessu ári. Ég held að það megi segja það. Á þessu ári þá svona fengum við ágætisaukningu og hérna viðskiptaráður á mikla þakki fyrir það. Það veitt okkur það, en ég held að stofnunin hefði kannski mátt byrja að stækka fyrr. Hvenær þá? Ég held að þegar bankarnir byrjuðu að vaxa, svona 2003-2004, það hefði mátt byrja að stækka stofnunina. Annað, það voru flutta fréttir af því hér í fyrra og þú talaðir það í viðtali í Markanum að þú hefur verið frekar þurft yfirvald við bankana þegar þú hefur komið þangað inn og hitt á. Það voru flutta fréttir af því í fyrra að þú hefði þegið, að mista okkur fengið, ég veit ekki hvort þú þáðir það, jólagjöf frá einum tilteknum banka. Hefur þið þegið fleiri gjafir frá þessum bönkum í gegnum tíðina? Nei. En þú þáðir þessa gjöf eða? Já, það kom þarna sending til okkar og hérna, mér fannst nú, hvað maður að segja, þetta að vera svona innan þessari eðlilegu marka, ekki hérna stórfelld og eiginlega kannski, já, hvað maður að segja, að ætla að skila væri nú frekar kannski, getum við sagt, væri að segja að maður hérna væri eitthvað að tækja þessu eitthvað illa og hérna væri kannski hallærislegt. Þannig að það sem ég gerði við mitt að ég lét að renna til starfsmannafélagsins en ég leyfði öðrum að þiggja það. En hins vegar eftir að þú komum athugasemdir þá lýstu við yfir og það kom skýrt fram yfir að það er ekki gert aftur. Ein spurning í lokin, Jónas. Þú sagðir í Markanum um helgina að þú hefðir íhugað stöðuna eftir allt þetta. Það hefur verið kallað eftir því hreinlega að það verið settir nýjir menn yfir fjármálaeftirlitið til þess að auka til dæmis traust á þeirri stofnun, því það þarf nú væntanlega að vera talsvert núna þegar þeir eru að fara í alla þessa vinnu. Hefurðu íhugað að segja af þér og værið ekki heldur að það væri ekki til þess fallið að til dæmis þú og stjórn fjármálaeftirlitsins segja af sér til þess að efla traust á þessari stofnun? Sko, ég auðvitað hef íhugað stöðu mín auðvitað hljóta menn að gera það þegar svona mál koma upp. En hins vegar tel ég hef unnið að heilindum. Ég tel að stofnunin hafi reynt að sinna starfi sínu eins og henni frekast var og með neyðarlögunum var okkur líka falið geysilega mikið hlutverk og sýnt mikið traust að reyna að vinna að endurreisn bankakerfisins á erfiðum tíma og það er eitthvað sem ég ætla auðvitað að sinna. Þannig að þú telur að þið njótið traust til þess? Ég tel að við njótum traust til þess og ég tel að með verkum okkar höfum við verið að sýna það og ég tel að sko bæði starfsmenn fjármálaeftirlitsins og aðrir í stjórnsýslunni hafi sýnt alveg geysilega góða vinnu við það að taka við bönkunum á mjög erfiðum tímapunkti og ná að koma upp þessum nýju bönkum og hreinlega halda því gangandi að hér virkuðu útibúin, að hér virkuðu kreditkortin, að hér var ekki allt lokað og stoppað og ég er alveg viss það í mörgum löndum þar sem 85% af kerfinu fór á hliðina að það hefði allt stoppað og það er auðvitað það verkefni sem er framöndan hjá okkur að það er að halda áfram þrátt fyrir að verði efnahagserfiðleikar og reyna að komast í gegnum þetta og ég var þannig að þá fulla trú á því að við getum það. Jónas, þakka kærlega fyrir komuna.